mikrofón eða hvort að það dugi að vera með þetta svona. Þeir sem eru aftast kannski bara gengur þetta án mikrofóns. Það ekki spurning upptökuna? Betra að hafa? Það spurning upptökuna. Takk fyrir þetta. Góð ábending. Heyrðu, velkomin á fyrsta morgunkorn upplýsingar árið 2020. Nýtt ár byrja með fullt af spennandi viðburðum sem framöndan eru og þetta landsfundar ár. Þannig að þetta verður rosalega spennandi ár. Mikið að gera hjá stjórninni og sérstaklega mikið að gera hjá undirbúningsnefnd landsfundar á Ísafirði. En við byrjum með morgunkorn, þau verða eins og venjulega á nokkur sinnum yfir árið. Og fyrsta morgunkornið, núna hér í Borgarbókasafninu í Grófinni, þá fáum hana Rósu Björg Jónsdóttur frá Landsbókasafninu. Hún ætlar að segja ykkur allt vandanasafn. Þetta er mjög spennandi orð og margir hafa komið spurt mig hvað þetta vandasafn var ekki alveg átt að segja, en hún ætlar að útskýra þetta fyrir okkur og ég held að þetta sé mjög gott að við vitum öll af þessu. Ég hef búin að heyra kynningu hjá henni í fyrra og þetta er spennandi og eitthvað sem við þurfum að vita. Rósa Björg, gjörðu svo vel. Jæja, hluti af kynningunni er svipaður og var í fyrra. Þá var safnið náttúrulega bara 5 mánaða gamalt þegar ég talaði á fræðslufundi skrásetjara, þannig að það er sumt sem að hefur breyst og sumt sem að hefur er bara svipað og var. Þannig að nú skulum við bara byrja. Þetta örugglega ekki til? Þetta spurning sem þú sér þegar þú tekur íslenska bók og skoðar þetta. Jú, við eigum þetta alveg örugglega. En það ekki alltaf svoleiðis. Ég hoppar hann á milli. Skylduskil. Eins og þið vitið þá Landsbókasafn hluti af skylduskilum og fyrstu skylduskilalögin þau eru síðan 1886 og bara eiginlega rauninni hafa þau breyst og fyllt safninu þegar safnið var stofnað. Áður voru eintökum sem voru prentuð í prentsmiðjum á Íslandi þegar voru skilað til Danmerkur en sem sagt 1886 byrjaði þeim að vera skilað til nýja Landsbókasafns og þá voru þetta 7 eintök, svo hefur þetta rokkað upp í 11 og niðri, núna þetta 4 eintök af prentuðu efni. 1 eintak fer á Reykholt í Varðveislusafn, 1 eintak fer á Íslandssafn, 1 eintak fer á Háskólasafnið og 1 eintak fer á Andið og Akureyri. Þetta sem sagt tekið bara textinn sem er á heimasíðan okkar skylduskilin og þau ná náttúrulega yfir alla formáta sem verið að gefa. Þannig að við fáum bókina á rafrænu formi, við fáum hana á hljóðbók, við fáum hana á prentaða, fáum hana í öllum prentunum og ef það gert eina sem það kvikmyndið, þá erum við aukasafnið og fáum bara 1 eintak. En aftur á móti með tónlistina þá eru skylduskilin síðan 77 og þar eru 3 eintök. Það dettur út háskólaeintakið. Þannig að það ekki til neitt lánseintak af tónlist. En næsti partur varæntakarsafnið. Til þess að segja ykkur af hverju vandanasafnið var til, þá þurfum við eiginlega að ræða varæntakarsafnið. Varæntakarsafnið staðsett upp í Reykholti. Það sem sagt sá hluti varæntakarsafns sem prentað efni. Og hlutverk þess að varðveita íslenska prentsögu, þannig að Arnaldur á frönsku á ekki vera til í Reykholti. Af því að hann ekki prentaður á Íslandi. Nema að þýðingin sem prentuð hér. Og það í september 2015 byrjuðum við að fara markvisst upp yfir og tengja inn kostinn. Það hefði verið tengt í kringum 2001 þegar safnið var flutt í Reykholt. Það hafði verið tengt rosalega mikið inn af bókunum en það var ýmislegt annað sem var ótengt í kössum, á brettum í kössum eins og til dæmis með áskýrslurnar, þær voru bara í kjallara, brett að taka kössum, stóð skýrslur á þeim og svo þegar við byrjum að opna þá fundum við ljóðabækur. Þannig að það var ýmislegt sem kom í ljós þar. Og við höfum verið að tengja líka inn tímaritakostinn, þannig að smá saman kemur þetta inn.
Árið 2015 þá var ennþá varaeintakasafnið safndeild undir Íslandssafni sem var bæði, og hún var falin, þannig að það sá hann enginn. En hún var svolítið óþægileg fyrir okkur sem vorum að vinna í því, vegna þess að maður gæti ekki nota safnkóðuna til þess að útiloka, vegna þess að þetta var safndeild. Og árið í janúar 2018 var varaeintakasafn gert að sjálfstæðu safni sem sem sagt sýnilegt í gegni og á leitum. Og við vorum ekkert lengur að fela það ef eitthvað var ekki til, þá bara það sýnilegt að það ekki til. Sérstaklega vegna þess að þá vorum við búin að komast að því að ýmislegt sem allir höfðu reiknað með að væri til í Reykholti var ekki þar. Og sama sem kom fyrir að við fundum þarna númeraröð sem var eiginlega ekkert í Reykholti, en hafði verið tengt eins og hún væri þar. Svo þess að við byrjuðum að leita þessum 1800 númerum og fundum eitthvað af þeim í kjallara og eitthvað af þeim fundust í Reykholti inn á milli ótengda efninu, þannig að smá saman var það svona að koma hjá okkur. En okkur fannst þetta náttúrulega einstaklega óþægilegt og við vildum reyna að finna út úr þessu hvernig væri best að vita hvað væri til og hvað væri ekki til. Þannig að þetta eru svona tilurð þess að verður hugmyndin til að verði til Vantanasafn. Það er líka til Vantanasafn fyrir hljóðrit og nema það staðsett hér í Reykjavík. Geymsluskilin upp frá eru ekki alveg rétt til þess að geyma, þau eru fyrir pappír. Þar lendi þau eru ekki rétt fyrir aðra formata, þannig að við erum með þau hér. Það er svona nokkurn veginn eins og safnið upp í Reykholti, nema það að við geymum erlendar útgáfur af tónlist í þessu vegna þess að ef við myndum bara geyma það sem væri gert á Íslandi, þá myndum við eiga fyrstu Sigurrós og búið. Fyrstu plötubjargar og búið. Vegna þess að allt hitt er gefið út í útlandum. En það er ekki skylduskil. Ef það efni þar lendi við þurfum að kaupa það. Þannig að við kaupum við bara eitt eintak og svo ef okkur er gefið annað eintaki þá geymum við það sem var eintak. Af hverju þurfum við Vantanasafn? Þetta var spurning sem kom sérstaklega eftir að við fengum eiginlega bara smá sjokk þegar við uppgötvuðum að 1000 númerun okkar eins og við kölluðum fundust ekki. Og þar lendi og við fórum að leita upp í geymslu við Mjódd, hvort að bretti hefði gleymst að fara upp eftir og við leitum út allt, en svo vorum við að finna þessar bækur sem við vitum nokkurn veginn alveg, við höfðum lista yfir hvað þetta var og við vitum nokkurn veginn hvaða áraröðu þetta eru og svo við bara tókum okkur til og keyrðum okkur út lista úr gegni sem var hægt núna af því að varaeintakasafnið var komið sinn góða. Og við keyrðum saman lista, það sem var til á Íslandssafni en ekki í Reykholti, það sem var til á Íslandssafni en ekki í Þjóðarbóklu og þá bara vurðu tölurnar svolítið mikið meiri heldur en við reiknuðum með. Þannig að þetta er sem við tókum saman bara þetta er svona safnkostur sem er til á Íslandssafni en ekki í hinum deildunum og ætti að vera til þar. En við gátum ekki gert öfugt. Við notuðum Íslandssafn sem aðalpartinn því að það hefur okkar svolítið hvort að ef það hefur komið eitt eintak, hvort að það hefur verið staðsett í Íslandssafni eða hvort það var sent beint upp í Reykholt. Núna eru reglurnar bara þannig, fyrsta eintak sem kemur fyrir Reykholt. Nema, og svo er þetta svona undantekningar, eins og með bókverk, þau eru náttúrulega bara eitt og þau eru með sérstakt bókverkasafn. Þannig að við keyrðum svona tölur og komumst að því að, eins og við sjáum, þá var þessi röð. Þetta eru frægu 1000 númerun okkar og þetta er áður en við byrjum að leita þau uppi. Það fannst alveg hellingur við að leita uppi, við fundum líka eintök sem að háskólinn átti sem voru ótengd. Þannig að við létum Reykholt ganga fyrir, sérstaklega á kennsluefni fyrir grunnskóla. En gallinn er sá á gegni að við gátum ekki keyrt okkur lista til dæmis hvar vantar okkur prentanir. Hvað vantar okkur ártalinn í árskýrslur vegna þess að leið og það er ein tenging, þá segir gegnir, það er til í þessu safni. Þar af leiðandi, það er eitthvað sem við þurfum bara að fara inn í hverja færslu fyrir sig til þess að geta merkt inn hvað vantar
Þannig að okkur fannst eiginlega bara tilvalið að búa til þetta safn og það var til ári eftir að Varðeindekasafnið varð sjálfstætt. Við vorum svo ánægð með hvernig virkaði með Varðeindekasafnið að við bara ákveðum, nú bara höfum við líka svona sérsafn. Og það var í janúar í fyrra sem að við byrjum að tengja, 1. janúar. Og þar lendi, það er eiginlega allt handtengt. Og tilgangurinn er semst að geta haldið utan þau gögn sem að hafa ekki borist eða vantar á Landsbókasafni og jafnvel eigum við kannski í slæmu ásakomulagi og viljum betra eintök. Við setjum allt inn. Þetta getur verið eiginútgáfur og þetta getur verið prentað í prentsmiðju og þetta getur verið okkur vanti mismunandi prentanir og tölublá tímaritum. Þetta er bara rauninu allt. Þetta er mest að plötuumslög. Ég er farin að setja inn að mér vanti plötuumslæð. Og ég sé alveg fram á það að þegar ég fer að skoða 45 sóningaplötunar, svona miðað hvað ég er bara búin að skoða er beint en ekki fæsturnar, að þá er bara ansi oft sem okkur vantar umslögin. Ef við eigum plötuna, þá eigum við oftast án þess að eiga umslögin. Þannig að tengingarnar eru gerðar handvirkar af nokkrum starfsmönnum og fyrst byrjum við bara með svona 8 starfsmenn. Og þegar þið voru að fletta og sá eitthvað, þá bættu þeir inn. Sáu það vantaði inn að sitja hérna. Þetta er ekki markvisst þar af leiðandi nema hluta. Ég er eini starfsmaðurinn sem er búinn að keyra mér ýmsa lista, svona barnabækur sem vantar í háskólann eða barnabækur sem vantar í Reykholt en eru til þarna og taka svona fyrir ákveðin efni. Og ég hef verið að skoða núna færslu sem stendur sem sagt PR í athugasemd eða prentun til þess að reyna að geta fundið út þær færslur sem eiga að vera með nokkuð mörgum prentunum en einhverja prentanir eru til og stundum ég þarf bara að handopna og segja ok, þessi er lagi, nei, þessi er ekki lagi þurfum að bæta lýsing á henni til þess að geta séð hvað okkur vantar þannig að þetta er búið að vera þetta er svolítið mikið mál líka fyrir þá sem starfsmenn Íslandssafns og starfsmenn í Reykholti. Jónína sem vinnur í Reykholti, hún er alveg með bara lista frá mér reglulega sem hún þarf að virkilega fara og leita og skoða vegna þess að lýsingin er ekki nægilega góð til þess að geta sagt vantar eitthvað. Þannig að þetta er líka tiltektarverkefni hjá okkur og auðvitað bætir líka bara hvernig tengingar hafa verið gerðar og það hefur passað miklu betur upp á núna hvernig það hefur gerðar heldur en var gert kannski áður. Við erum farin alveg að sjá árangur af vinnun okkar. Þetta auðveldar okkur þegar við erum að fletta upp, þá sjáum við að hvort það vantar eða vantar ekki. Því að það er ætlast til að þegar maður situr inn í vantarasafn að maður gera ekki bara fyrir sína safndild. Ekki bara vanti í Íslandssafn. Maður á að skoða hvort það vantar í háskólanum líka. Af því að svo er ekki einhver annar að koma á eftir og gera annan part. Það er tvíverknaður. Þannig að leið að maður er búinn að opna eintakatenginguna þá maður að skoða hvað er. Og við erum ekki að setja nýja stefni þarna inn. Við höfum ekki verið að setja efni sem er yngra en 2016 núna. Það telst ennþá vera í innheimtu. Nema við höfum fengið bara skilaða 3. útgáfu. Þá sjáum við að hina 2 hafa ekki komið og við vitum að það fengum skilaboð með þeirra, já við eigum kannski, við lengum 1. útgáfuna. Þannig að prentan er dett út. En þetta er sýnilegt og bæði í gegni og á leitum. Og eins og við sjáum þá eru tengingar okkur svolítið svona spes. Við ákváðum að í stað þess að vera að setja 4 tengingar og loksins þegar við varum búin að spóla niður allar tengingafjöldana því að við erum alltaf með prentanir í öllum deildum nema háskólasafn þarf ekki að eiga allar prentanir. Þar af leiðandi, svo þetta var ekki plássir, þá gerðum við svona línur bara og svo ef einhver skilar til okkar eintakið 2014 að þetta er áskýrsla frá Stapa, þá bara dettur út þetta ártal, en tengingin helst áfram. Þá getum við búin að hreinsa allt upp. Svona er þetta sýnilegt á leitum og svo er náttúrulega bara
þetta er eiginlega bara okkar hvar við erum að setja þetta. Þú veist, ef þið erum eitt eintaka af þessu, það er eiginlega bara við sem ákveðum hvert hún fer hjá okkur. Hvort hún fer upp í Reykholt eða hvort hún fer á Íslandsand. Af því að faldar athugasemdir sjást náttúrulega ekki nema í starfsmannaafgangi og í þeirri safneiningu stofnuneiningu sem þau eru í. Safnið sjálft, það skiptist niður í 4 safndeildir og í rauninni er þetta bara 4 söfn. Hvað vantar okkur í Íslandssafni? Hvað vantar okkur í Marienlykkasafni? Þannig að í staðinn sem vera búið til 4 söfn, þá var gert 1 safn og það er mér bara undir deildum hjá sér. Þetta er til þess að auðvelda okkur líka raunverulega til þess að sjá hvað hvert og eitt safn vantar svona, og það er líka eins og til dæmis skýrslur. Oft er þeim bara skilað í 1 eða 2 eintökum eða þá er þeim skilað í 1 eintaki og 1 rafrænu eintaki. Þannig að það er svona ýmsa serimóníu með ýmsa parta hjá okkur, þannig að þetta hjálpaði okkur og er í rauninni bara fyrir okkur. Alveg nákvæmlega eins og þið gerir barnadeild og þið gerir sem sagt geymslur, þá er þetta bara okkar skipting. Fyrsta starfsárið, við sem sagt urðum eins árs núna í janúar og á fyrsta starfsárinu þá fengum við bara þó nokkuð gögnum til okkar. Að vísu þá teljast bara tölur yfir þau gögn sem að þurrkast algjörlega út vöntunina. Þannig að ef við fengum bara 1 ára í einni ársskýrslu og það er ennþá inni 1 eða 2, þá telst það ekkert. Og sama er að við fórum í átaksverkefni og tókum til í Mjódd hjá okkur í apríl og þá var ekki búið að setja svo mikið inn í vantarasafnið. Það var hellingur tekinn inn, það fannst hellingur sem var ekki búið að taka inn og að fara í gegnum markvið, í gegnum gamla gjafir. Og þar lendi var ekkert mikið að detta út af því það var ekki komið svo mikið inn. Þetta er náttúrulega, þar lendi við sjáum auðvitað með hverju ári og sem safnið verður eldra, þá náttúrulega, við sitjum inn og þetta er komið til að vera þangað til að við fáum eintak. Auðvitað er náttúrulega þetta safn sem að ætti að standa á núli. Þetta er svona öfugt við þennan bókusafn. Þetta er safnið sem að í rauninni ætti að vanta sem minnst í, ætti að hafa sem minnsta tengingar. En náttúrulega meðan við erum að reyna að fá efnið, þá náttúrulega er gott að tengingarnir sé inni. Þannig það er alveg fullkomlega eðlilegt að það sé ekki komin tenging. Af því að þetta er náttúrulega bara, það er enginn í föstu starfi við að setja inn í safnið. Þetta er bara einungis ef þú rekst á þetta. En við náum samt að fá 266 bækur við Reykholt og það var eiginlega stærsti parturinn, eins og við sjáum, náum einum hérna tölvuleik sem var 2 hljóðbókum, þannig að þetta er svona smá mjattlast inn. En hérna í alls voru þetta 589 gögn sem voru tekin út úr vantarasafni, algjörlega. Þannig að þetta er staðan í gær. Við erum sem sagt með tengingar við 6.451 bókfræðifærslu og það eru sem sagt, við erum með 9.248 eintakstengingar sem eru komið inn. Þannig að hérna, það er alveg slatti, en það er alveg slatti sem á eftir að setja inn í viðbót. Og auðvitað er það líka þannig, ég seti eitthvað inn, einhver annar fann eintaki og tók út, þannig að talan kannski eftir daginn þú segir, já, vá, ég er búinn að setja 10 eintaka inn í vantarasafnið í dag. Nei, þá er einhver annar búinn að taka þessi 10 út. Þannig að þessi staðan í lok dags var nákvæmlega svo sama, en það er gott. Framtíðarhugsunin svo að það sé hægt á auðveldan hátt að leita einungis í vantarasafninu og sjá strax til dæmis hvað efni okkur vantar til varðveislu, þá bæði út frá heimasíðu okkar eða semst á leitum. Og svo ætla ég að sýna ykkur svolítið hérna. Bíddu, hoppar hún hjá mér.
Hverju? Þarna hjá. Já, þetta ég týndi þessu því við að reyna að opna þetta. Ég held nefnilega að við þurfum að loka þessu með hann. Já, það er það. Og svo... Já, en ég ætla að byrja að sýna ykkur þennan part og svo þarf ég að sýna þér líkinn á eftir. Og ég þarf að láta hann opnast. Vantaði líkinn. Mentalíkinn á það. Hann var inn í Hann er í skjálfum. skjálfum. En ég get byrjað að sýna ykkur þennan part. Hérna er í rauninni hægt að leita í hérna Vandanarsaminu. En það er ekkert mjög aðgengilegt. Það þarf fyrst að velja háskóla, svo þarf að velja hérna. Og það er hérna, þá er í rauninni að leita í Vandanarsaminu. Þetta er ekki alveg kannski rosalega, við myndum vilja að þetta væri þægilegri, væri svona klikk og sko, og ég ætla að sýna ykkur hvað er draumurinn hjá honum Erni. Hérna til dæmis getið þið séð að ég er að leita í, og þá hoppar hún og hún segir mér strax að Landsbókasafni vantar plötuumslagið en vantar líka eitt heilt eintak af plötunni. Af því að við pössum okkur á því að setja alltaf í lýsingu hvað það er sem vantar, stendur önnur prentun, þriðja prentun og hana, og af hverju erum við með þennan disk. Hitt var ljónplata. Erum okkur vantar bæklingin. Þannig að stundum er þetta ekkert endilega okkur vantar allt gagnið. Við erum bara greinilega fengið gefinst þetta eintak og hérna, það hefur ekki verið bæklingu með. En núna ætla ég að fá Börbjörn til að sýna mér hvernig ég koppast henni á líkinn minn, af því ég man hann ekki utan af. Það er smá. En nú bara að finna þetta. Var þetta á síðustu? Nei, þetta er á næst síðustu að lengra. Hana. Þetta er eiginlega draumurinn okkar. Svona, við erum mjög hrifin af þessu við Örn. Þetta er á sænska þjóðbókasafninu. Þeir eru með svona gagnagrunn sem er efni sem þá vantar eða þeir myndu vilja eignast. Og þeir eru búin að skipta þessu svona niður í eftir ártölum. Þetta tímabil með þennan og svo til dæmis eru þeir með þeir eru meira sem með erlendar bókmyndir ef við myndum vilja eignast þær. Þetta er svona ekkert ósvipað og Íslandika okkar og hér er í rauninni bara hægt að leita. Og þá kemur upp, hlumast eins og þá vantar þessa Lindgren-bók. Þetta er greinilega hollensk útgáfa af barnabók eftir Astrid Lindgren og svo hafa þeir bara sagt, okkur vantar. Þannig að þetta er í rauninni draumurinn sem okkur langar að safni verði, að verði aðgengilegra og verði þægilegra fyrir bæði einstaklinga og söfn að geta séð strax hvort að okkur vanti hlut. En þetta er bara spurning, hvað þurfum við að vera að koma mikið inn hjá okkur áðurna? Það er bara mjög einn. Þetta er rosa skemmtilega, þetta er ekki mín törma og þá er ég svona óvanari. Nei, næsta viljið? Já, ég ger líta það, andað. Ok. Og hvað get ég gert? Það er eiginlega spurningin. Ég sem einstaklingur eða ég sem bókasafn.
hvernig sem sagt snertir í rauninni þetta safn ykkur. Ég tók mig til páskana og var með foreldrum mínum í þau keyptu húsnæði foreldra mína, nei, keyptu húsnæði ömmu mínar og amma skildi eftir fullt af bókum. Og ég setti í páskafríunum, kendi mömmu hvernig hún ætti að leita í Vandanasafninu og leitum. Af því að pabbi vildi nú grísa eitthvað á þessum bókum. Þetta væri nú sumarbústaðarna þeirra og það væri nú ekki alveg hægt að ég yfir fullt af bókum alls þar. Svoleiðis að hann var búinn að heyra í dvalarheimilinu, hvort að þau vildu fá eitthvað til þess að þau voru búin að benda já, við viljum ævisögur og svona. Ég sagði, fyrst ég að fá að fletta áður mig gefur. Þegar hann byrjaði að tína úr hillunum. Og ég kom tilbaka eftir páskafríið með fullan póka, svona krónupóka, af efni sem vantaði á Landsbókasafni, sem hann var bara búinn að vera í hillunum hjá ömmu. Þannig að, en góður punkturinn kannski var sá að núna mamma var orðin rosalega góð að leita og leitum í Vandanasafni. Hún leitar aldrei inn einu öðru, annars hringir hún bara í mig í vinnuna og segir, ekki þessi bók örugglega til hjá ykkur? Að það bókaskipti út á Eiðistorgi og foreldrar mínu eru rosalega duglegir að nýta sér það. Þannig það má ekki skila neinu út á bókaskiptunum fyrir þau eru búin að tékka hvort það er hægt að senda þetta með mig í vinnuna. Sérstaklega ef þau eru góðu ásökunarnæði. Þannig að, já, ég er búin að virkja foreldrar mína rosalega vel. Varðveisla á íslenskum menningararf er náttúrulega hagur okkur allra. Og við fáum öll eins og ég segi, yfirfullt af gjöfum og við erum líka grísabækur heima fyrir, þannig að satt er ekki að kíkja. Okkur vantar oft prentanir og ég á áberandi tekið eftir á ákveðnum tímabilum þá, bara eins og önnur prentun hefur ekki skilað sig inn. Fyrsta og þriðja. Þannig að hver ástæðan var, veit ég ekki. Þannig að það er alltaf að kíkja ef mann langar að æfa sig að leita í leitum. Þá er þetta ágætis aðferð. Við, semst, ef við ætlum ekki að taka inn efni, sjáum það vantar hjá okkur, þá er svona helst ekki plastað, en við höfum alveg tekið inn plastað og merkt að okkur vantar það ennþá. Ef við sjáum fram á viðkomandi eintök, eru eintök sem að verður gasalega erfitt að eignast nema þetta plastað, en bókband er ekkert rosalega hrifið þegar við viljum taka inn plastað eintök. Þannig endilega tekka okkur þetta til. Það er í rauninni bara það sem við erum eiginlega að biðla til fólks. Kíkja. Það er ótrúlegustu hluti sem að, og jafnvel eins og þetta. Ef þið finnir baklinginn að DFD-disku við erum búin með, ef þið eru með púsluspil sem að er með mynd af Íslandi og ef þið eru með borðspil og það vantar orður í það, þá er ég alveg lager borðspilum sem að vantar til að púsla saman til þess að geta tekið inn. Þannig að svo ætlaði ég bara að sýna ykkur hérna bók sem að ég fékk í síðustu viku, gefna til móðurmáls og ég sé bók sem móðurmáls frá bókasafninu í Hafnarfirði. Svo fór ég að skoða bókina. Það var þetta bara íslenska hestinn og hún var ekki gefni. Það var einungis til enska útgáfan á Íslandssafni. Það leyndi, ég fór og færði Landsbókasafnið frekar að taka hann inn fyrir barnasafnið hjá mér. Þannig, það er ýmislegt til og það leynist þetta er bók frá 89 og hún var bara ekkert gerðin. Þannig að, takk fyrir. Kannski veistu að hvað er í mjóttin? Mjóttin eru geymslur. Bara geymslur? Já, geymsla bara með öllu mögulegu. Já, ok. Það er svona... Erfðarferðið? Já, og það er eitthvað efni sem að háskólinn færði til þangað. Það er svona meira fyrir plássleysi þar, en svo er það efni sem er í biðstöðu. Við erum eftir að fara yfir gjafir. Tónlistarsafnið er á stórum parti þar. Ég get flett nótum þarna, þá get ég verið örugglega 100 ára með magnið sem þið komið með inn af nótum. Og allt pakkað í svona bananakassa. Blöðgar, gífurlega lengi með eitt kassa. En það hefur rosalega, með það að þeir komu inn í Landsbókasafn, þá hefur það rosalega mikið bætt safnkostinn okkar á nótum. Við einhvern veginn var þetta safnkostur sem hafi skilað sér misvel og ef hann hafi skilað sér inn þá var hann ekkert endilega að skila sér í skylduskilum heldur í gjöfum
og þær voru oft orðnar mjög þreyttar þegar þær voru komið til okkar. Það var sýnilega búið að nota nóturnar. Þannig að við erum búin að skipta út hellingaeintökum yfir beturfærin eintök. Einhverju spurningar? Ég bara eins og skil þetta rétt, það er hægt að fara sem sagt inn í Árnasafnið í gegn neðarleitum. Já, Og en ef sko, maður það er- langar að vita hvort að ég er kannski með bók sem Já. ég myndi vilja athuga, þá bara fer maður þar inn og sklæðir. Já, þú ert hlutfallslega fljótari að leita á leitum með því að fara bara og velja safnið sérstaklega. Þá ertu ekki að fá allt annað hens með. Líka vegna þess að aðgangurinn þinn í sýnið bara Þjóðminjasafnið og svo sem stendur öll eintök. Jú, þú getur alltaf ítt á öll eintök og skóla svo bara kosta. Það er skil. En það er samt ekki algilt af því að við erum ekki búin að, við erum aldrei búin að klára þetta inn. En það er góð grunnur kominn og það er alltaf að bætast í hann, sko. En það var alltaf draumur að geta setið og bara sagt, nú ætla ég bara að taka þennan mánuð í að fara í gegnum allt og reyna að henda öllu inn til þess að verði sýnilegra auðvitað við. En þetta er náttúrulega gífurlega seinlegt. Af því að eins og sjá þegar þið eru að eintakatengja þá, þú veist. Þið farið inn í einu fæslu og þið eintakatengið og svo þarf næsta fæsla það. Við þurfum í rauninni að gera það sama. Nema það að oft þurfum við að púsla, það er ekki mikið komið inn á tímaritunum. Því að það þarf að setjast og púsla bara gjörsamlega niður hvort og örugglega öll tölublöð síðu. Og við erum heldur ekki búin að klára að, við erum að vera búin með eiginlega allar bækur og monografjur í Reykholti. Þar lendi áskýrslur eru eiginlega allar komnar inn. Og bækurnar eru komnar inn og allt nema tímaritin. Þú fenguð eitt brett eins og Þjóðminjasafnið í gær, tímaritin. Já, við eigum ýmislegt, við eigum hérna, og það er oft nefnilega þannig að við fáum svona, já, við erum að loka safninu okkar og hérna, getið þið komið og bara tekið það sem ykkur vantar og maður er bara, ok, kannski ekki alveg eins, hægt að gera það á stundinni, sko. Með litlum fyrirvara fáum við oft og við höfum tekið inn sérstaklega söfn sem við vitum að eru skýrslusöfn og vitum að hafa skilast illa frá viðkomandi stofnun og þess vegna er gott að eiga mjótt. Það er bara brettinn sett þangað og hérna og svo... Þetta var sérvalið að virka fólki. Já, svo við erum farin að sérvelja núna líka vegna þess að við erum orðið meira meðvitað hvað er raunverulega til í Reykholti. Vegna þess að áður voru við bara, yes, þetta er til, en núna vitum við hvernig staðan er og þetta auðvitað getur komið fyrir eins og þessum við köllum frægu 1000 númerun okkar. Trúlega er einhver bretti sem hafa misfarist við flutningum. Bæði frá að því að Varðendingarsafnið var einu sinni sem sagt upp í safnahúsi með Landsbókasafnið. Með svona flutningum á milli þá getur þetta hafa. En núna á þetta að vera bara hægt að fylgja þessu betur þetta. En það er núna komið ákveðið kerfi, sem sagt þegar það var byrjað í Reykholti þá var komið ákveðið kerfi, það er ákveðið númer og númeraraðir eftir stærðum á bókunum þar og ef við segjum, ef þetta byrjar á 9, þá er þetta definitíð til. Öll önnur númer í Reykholti sem byrja ekki að strika með 9, við erum ennþá að finna hvað þau eru. Þannig að þá tökum við orðið og við tökum alveg hygglast orðið góð gjafaeintök inn beint fyrir Reykholt ef við sjáum að hitt eru ennþá biðstöð. Þannig að... Má ég aðeins bæta við, sko, Já. það er sögu, sko, nú er 25 ár síðan að söfnin voru samin við Landsbókasafn og Háskólabókasafn og þau byggur bæði við mjög þröngan húsakost og fólk fékk svona ákveðið víðáttugraflega þegar það var flutt inn, sko, það var bara allt flutt inn og það fór ekki fram lengri sem þá, en það kannski erfitt mig, en síðan hefur þetta náttúrulega verið hreyft svolítið til og lítið tekið úr þessu fyrir en núna seinni árið þá við farið að vinna virkilega í bókakortunum og straumlínulegan og gera svona verkefni eins og þetta sem að gagnast í rauninni öllum og við höfum líka grísað og við höfum alveg hendling. Ég veit ekki, hvað voru þetta mörg tonn sem fóru mjötinni? Það fór rosalega mikið, sko. Af því að þar voru til dæmis, það voru bara áður oft það hefði komið gjöf, það var tekið úr henni sem þurfti að nota og restin geymd. Núna er það bara við fáum gjöf, við flettum upp, fyrir með gegnum hana og losum okkur rest. Vegna þess að
við erum ekki að fara að fylla geymsluna og til þess að þurfa að fara aftur að fletta upp gjöfunni seinna. Þannig að þetta er orðið mun svona, sumir finnst það eru starfsmenn alveg sem finnst þetta agalega óþægilegt að ætla að henda bókum, sko. En við eigum öll eindökin, við uppfyllum öll geymsluskilyrðin, þannig að við getum heldur ekki bara að pakka í kassa á þetta. Þegar við eigum þetta inntökum sem eru ekki að vera að fara í útlán. En sama er hjá okkur, við erum líka mjög duglega að færa á milli. Ég hef við að fletta svona, þá hef ég rekist á kannski að eina eintaki sem var til að viðkomandi barnabók, hún var til bara háskólasafni. Þá hefði einhver gefið háskólamanna og þá hýtlust biðjum, geti fengið þetta eintak og setta það í reikolt. Þannig að við erum að flakka helling á milli með efni og látum alltaf sem sagt varðveisluna ganga yfirleitt fyrir á þessu íslenska efni. Já, ég líka pínu að þess að það tekur ótrúlega mörg ár að sameina stofnanir. Það er alltaf verið að tala um saman stofnanir og þetta er í kerfinu og þetta. En þetta bara þarf ákveðin tíma og við erum sem sagt ennþá í þessum sameiningarfasa og erum að sameina þetta til bókakostin í eitt safn. En þetta voru lengi vel alveg 2 safn. Ég meina, ég er búin að vinna á Landsbókasafni 6 ár og þegar ég byrjaði að vinna þá var íslensk skráning og erlend skráning. Sem sagt, Landsbókasafn, Háskólabókasafn. Það er bara 6 ár síðan, þá var ennþá skráningin skipt svolítið niður. Það er ekki fyrir 2016 sem við verðum sem sagt bókaskráning og hljóð- og myndskráning. Og við sem vorum í íslensk skráningu vorum ekki að skrá efni háskólans og öfugt, þau voru ekki að skrá okkar. Þetta er bara dæmi sameiningarfasa í skóla. Fleiri spurningar, kannski? En endilega, þú veist, ef þið hafið eitthvað sem þið eru að pæla í og sjáu kannski, til dæmis eins og okkur vantar mikið af gömlum til dæmis kennsluefnin, námsgagnastofnunarefni hefur, sko þá er ég ekki að tala um prentaefni, þá er ég meira að tala um kassetuna sem fylgdu með hljóðbókunum og kennsluefni sem var kannski tölvutækjaformi, já þó að þessi floppy við söfnum honum. Þú veist, þó við höfum ekki tæki til að setja ný, en við sem sagt eigum þá. Þannig að ef þið bara endilega sendið bara á mig línu ef það er eitthvað svona sem þið eru að pæla í og þá get ég alveg sagt ykkur hreint og beint. Nei, okkur vantar þetta ekki, já okkur vantar þetta, ef það er eitthvað svona sem þið eru í vafa með. Er eitthvað þú talar um tæki, er eitthvað staðar þannig að það sé geymt tæki eins og það sé hægt að skoða eins og floppydisk? Er einhver tölva til dæmis sem er með aðgang að floppydiskum eða? Ef þið þurfa einhvern tíma að skoða þetta? Það er nokkra svona til í Þjóðminjasafni? Já. Við eigum að Landsbókasafni til þess að fyrir gamla maskera, svona skólamarkana. Já, við erum í svolítið tæki. Já, þið einhvern tíma að skoða þetta bara að segja með eitthvað að gera rannsókn með eitthvað svo leiðis og það skoða sögulegt efni og svo bara Þetta er örgulega til einhver staðar sko, en við höfum ekki okkur alltaf með tónlistin henni sko, hún er alltaf kemur út af íslensku formati og þeir þarna sem fluttu yngurlokkar sem Kastasafni hefur náttúrulega áður Bjarki og Jón Flókur og þeir hafa verið að safna líka græjum. Þannig við eignuðumst með það að þeir fluttu til okkar, þá eignuðumst við alltaf græjur. Ég með þess að hef skráð sko, það voru svona, hvað heitir þetta, 8 teip, svona þykk teip sem voru fyrir sérstaklega bílateip, þetta voru rauninni kassuttæki í bílum. Þykkar, amerískar, heldur að ekki verið gefið út íslensk tónlist á svona. Og ég fekk skilað 8 svona og ég var svo ánægð, þetta var áður en við gerðum RDA, þannig að það vantar 367 á þetta sviði, hvað þetta væri. En þannig að það er svona ýmislegt sem kemur til okkar. Og það er ýmislega, já, það getur alveg verið gamalt. Eins og þetta, við fengum hérna eitt kennsluforrit frá Námsgagnastofnun. Gerðist að ég fór og spurði þess að ég sendi viðkomandi og sagði það er að laga hérna í fæslunni og veistu það, það með bara eiga þetta. Og ég fekk það bara í pústi. Þannig að ég var að taka til í gömlu margvælinu. Þannig að það er ýmislegt sem kemur. Og sama með það til dæmis, ef að þið eru síðasta eintakið og við erum að grísa hjá okkur og eru síðasta eintakið á íslensku efni og sjáum við þeim ekki þá endilega
vegna þess að færslan er ekki að fara úr gegni. Og endilega þá muni eftir ykkur, sko. Ég tók fullt af tónlistarfærslum sem voru orðnar munaðarlausar, það var búið að hreinsa út öll eintök af þeim og fann á meðal þeirra að einhver sögn hefðu grisjað íslenskt efni. Þannig nú erum við búin að bara merkja vantanir inn á þetta. Þannig. En þetta er rosalega gaman og þetta er rosalega fjölbreytt og já, við erum að sjá ýmislegt koma til okkar. Og við höfum alveg fengið kassavís efni sem að söfn hafi verið að grísja, þannig sem var svo bara að fara í gegnum hjá okkur. Takk fyrir. Frábært. Kærar þakkir, Rósa. Þetta var náttúrulega mjög áhugavert og spennandi og mikilvægt fyrir okkur að vita af þessu. Svona, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir að koma í þessu veðri, láta ykkur hafa það. Og svona áður en að ég slít morgunkornin hafa ætlaði ég að nefna að við erum að leita að fólki í stjórn upplýsingar og við María erum einmitt að fara að funda núna eftir og þið megið algjörlega gauka af okkur nöfnum, bæði með því að senda okkur bara skilaboð, post, hringja, stökkva á okkur hérna eftir. Endilega, ef þið vitið af einhverjum góðum kandídutum, þá getum við tekið málið áfram eða bara þið komið og bjóð ykkur fram, það væri enn betra. Kærar þakkir, góðan dag.